Jæja Gummi, gríðarlega svekkjandi tap hér í dag 3-1. Þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn bara? Bara eins og segir, svekktur, vonbrigði, svona aðalega það. Svona í ljósi stöðunar hjá okkur í deildinni þá hefur væntanlega verið ekstra mikið fókus sett á að vinna hana leik og halda bikarnum áfram eða hvað? Já, ég veit það og burtið frá stöðunni í deildinni, það var bara keppnin sem við ætlaðum okkur að fara langt í og alla leið. Já, þannig að þetta var gríðarlega vonbrigði. Við spilum fyrstu 35 mínúturna bara flott, svo einhvern veginn missum við aðeins momentum og þeir ganga aðeins á lagið og svo sami fyrir áleik, seinna áleik byrjum eftir lagið og svo fáum þetta á marka á okkur og svona og 2 strax einhvern veginn, þetta er svona, ég veit ekki, riðlast aðeins hjá okkur og já, einhvern veginn, gengur ekki alveg. Þið byrjið seinna áleikinn vel, náðuð ekki að skora, það hefur væntanlega verið svekkjandi og síðan, hvað gerist í rauninni? Síðan fáið þið 3 mörk á okkur. Hvert er þitt mat? Það verður ykkur svona í þessum mörkum, ykkur skoðanar, ykkur sem riðlast, missum menn út í stöðum, ykkur aðeins droppa niður og verður svona vilja stalling einhvern veginn og já, þeir ná að nýta sér það. Við fannst við fínum málum fyrir það. Já, bara, ég veit ekki. Blikar núna næsti leikur, dottnir út úr bikar og svona, það verður erfitt að mótivera sig fyrir þann leik eða? Nei, það sé bara mjög auðvelt að mótivera sig fyrir þann leik. Það sem er kannski krefjandi þegar þú ert í liðsíþrótt og blæsandi á móti þér að ná að stilla saman strengi og allir svolítið missa ekki dampinn, missa ekki sjálfstraust og missa ekki móðinn. Það er erfitt þegar illa gengur að vinna sig upp úr því og eins og hefur oft verið hjá okkur, við gera vel en dettur ekki alveg, svo dettur ekki hinum einu og stundum á til að setja þess að sálina og við þurfum bara að passa okkur að fara ekki að vorkenna sjálfum okkur og líta inn á við, allir að gera meira, hvað sem það er sem að lætur okkur tikka og gera okkur sjálfstraust og svolítið að sparka í rassinn okkur öðrum, það er það sem við þurfum að gera. Og lokum, hvað viltu segja við stuðningsmenn sem eru svona kannski farnir að missa aðeins trú á þjálfarateyminu og bara svona svekktir með stöðu mála þessu tímabili? Ég skila þessi svekktir ef að gengi hefur ekki verið nóg gott en bara til þeirra að halda fram að mæta og ef það er einhvern tíma sem við þurfum á stuðningi að halda þá er það á móti Blæs, þannig að bara ef við föllum niður á lægra level og vonum að þeir gera það ekki og við reynum að rífa okkur upp og vonum bara eftir eins miklu stuðningi og við getum. Takk fyrir.